Hér ég komin á svæði 1 í Blöndu. Hér fyrir aftan mig dammurinn og menn að veiða. En hér gæti ég komið án þess að hafa nokkra þekkingu eða jafnvel án þess að vera með veiðistöng með mér, því að nú búið að stofna fyrirtæki hér á Blönduósi sem einmitt leigir út stangir og leiðsögn. Við skulum kanna þetta mál. Hvernig byrjaði þetta ævintýri allt saman? Það byrjaði bara, við vorum alltaf að fá meira og meira eftirspurn eftir leigustöngum og gætamennsku. Við vorum frá að leigja okkar eigin stangir bara út. Svo við ákváðum bara að slá til og stofna þetta. Og byrjum í fyrra að vera í samvinnu við norska ferðaskrifstofu og sem var að senda okkur viðskiptavinni sem við fórum með út á Skaga að veiða og eins yfir í Skagafjörðinn. Það reyndist bara mjög vel og við höfum haldið áfram að fá frá þeim bókanir og erum að leigja þeim stangir í sumar. Er það ekki mikill kostur fyrir sérstaklega þá erlenda ferðamenn að þurfi ekki að hafa með sér veiðistangir? Jú, þetta er náttúrulega alltaf ákveðin kostnaður við þetta umstang að flytja þetta með sér milli landa. Við þurfum að borga vist mikið fyrir stöng og þess að það. Og jú, og bara léttir á þeim. Hvað er það sem þeir hrífast mest af eins og útlendingarnir? Landsvæðinu, rónni, friðinum og bara það er enginn að trufla þá. Hér eru þeir í algjörri bara ró og næði. En hvað með Íslendinga? Hvað erum við duglega að koma? Þeir eru alveg mjög duglegir að koma líka og annaðhvort leigja sér gæti eða veiða bara sjálfir. Og það er eiginlega næstum alveg til jafns við erlenda ferðamenn. Sérgreinin er ekki endilega að blanda. Hún getur verið allt frá því að hjálpa ykkur á stað við strandveiði eða silungsveiði í vötnunum í kring og svo almenni laxveiði og búnaði, rálegningum og hvað annað sem að menn vantar. Við skulum nefnilega átta okkur á því að þó við séum hér við Blöndu, þá er Blanda ekki eina áin sem þið hafið upp á að bjóða eða veiðistaðurinn. Já, veiðistaðurinn einmitt, við í rauninni bjóðum ekki upp á Blöndu, en ég get boðið leiðsögn í Blöndu ef það þarf. Það er Laxá veiðifélagi sem er með Blöndu og allt það, en ég þekki Húnavatnssýsluna mjög vel eins og lófan á mér og þannig að ég get farið hvert sem er og gert hvað sem er á þessu svæði. Ég sé að þú ert með þarna pípureykingarmann, við getum kallað hann svo. Þú ert með afar áhugasama mann að leiðsegja honum hér. Hvaðan er þessi og hvað vill hann með veiðinni hérna? Hann kom nú aðalega til þess bara að njóta sín og vera aðeins í fríi. Hann kemur frá Sviss þessi og er framkvæmdastjóri í þróun véla og annað. Og hann er nú bara einmitt, þetta er hans frítími, hann er búinn að vera hérna í 8 daga og slappa af, svo tekur vinnan við á sunnudag. Þetta er orðrómur að kosti mikið að veiða í Blöndu. Hvað kostar dagurinn? Dagurinn í Blöndu er náttúrulega mismunandi eftir hvenær þú ferð, en á þessum tíma er það í kringum 70 skall. Svo getur orðið dagurinn í Blöndu kostar 70 skall núna, en svo fer hann hægt og rólega stígandi þangað til þessi svokallaði besti tími er. Þá er hann talsvert dýrari, en inn í þessu oft fæði og þriggjarétta kvöldverður, gistingin og morgunverður og hádegismatur líka. Hvert er þitt hlutverk til dæmis gagnvart þessum manni, tökum hann sem dæmi? Aðallega að sýna honum veiðisvæðið og svo svona almennu stuðningur, mæla með flugum, fara með hann út, það þarf að vaða, rétta leið og bara almenn þjónusta við hann eins og hann vill. Nú ef það er allt rólegt og mikið, þá má bara bjóða upp á útsýnisferð eða hvað sem er til að brjóta upp þannig að mönnum leiðist ekki. Það er bannað. En hvert er þitt hlutverk í þessu fyrirtæki? Mitt hlutverk er aðalega að sjá stangaleiguna sem við höfum bara heima hjá okkur, við erum að útbúa rými þar og við þá sem sagt leigjum út stangir fullbúnar. Fólk getur fengið til að veiða í bara öllum þessum frábæru vötnum sem við höfum hérna í kring og ánum líka. Og svo bjóðum við upp á beitusölu og við getum líka útvegað veiðileyfi í nokkur vötnin í kring og náttúrulega bara leiðbeint fólki áfram. Svo bara
reyni ég að bóka hann sem mest í kennslu og gætamennsku. En hvað með mýtuna að hérna áin sé svo, hún náttúrulega þannig á litina að það erfitt að sjá laxinn, það ekki? Jú, en þetta hjálpar mikið veiðimanni og laxi. Blanda verð þá betur laxinn, en þetta hjálpar líka veiðimanni, hann kemst nær honum, auðveldar að veiða og hann er mjög grimmur og aggressífur í Blöndu. Þannig að þetta er já, beggja á báða bóa. Eitthvað uppáhalds vatn sem þið eigi hérna sem að þið bendi fólki á öðru fremur? Já, uppáhalds vatni mitt er alltaf Skriðulandstjörnin í Langadal. Þar lærði ég fyrst að veiða, almennilega. Hún er alltaf í pínu uppáhaldin, það er bara svo mörg vötn að það er eiginlega ekki hægt að gera upp á milli. Átt þú þitt? Já, það er á forsíðinu á heimasíðinu okkar, það er mynd af uppáhaldsvatninu mínu, það heitir Grundartjarnir, en það er 45 mínútur lapp þangað upp fjallslíð, þannig að það fara ekkert margir þar, en eins og það sem ég mæli með fyrir veiðimenn, ég fyrst byrja þá, viljið þið stóra fiska eða marga fiska, eru þið óreindir eða reyndir, og svo vel ég vatnið út frá því. Þannig að Skagaheiðin hérna út frá er sennilega ætli það sé ekki 50 vötn sem hægt er að velja úr. Þannig að úrvalið er nóg. Og framtíðin björt hjá ykkur? Ó já. Vissum það. Gangi ykkur sem allra best í þessu. Takk hérlega.